Valsárskóli á Svalbarðsströnd í Suður Þingeyjarsýslu við austanverðan Eyjafjörð. Þar var líf og fjör þegar okkur bara garði, enda árshátíðarundirbúningur í fullum gangi. Þetta sameinaður leik- og grunnskóli þar sem við erum með 86 nemendur samtals og svo erum við með tónlistaskóla, tónlistadeild þarna innan og þar eru meira en helmingur þeirra sem eru í grunnskólanum eru í tónlistaskólanum og hluti og leikskólanum líka. Þannig að þar teljast svona 40 nemendur. Og hérna árshátíðarundirbúningur í fullum gangi og það eru allir með. Já, vísu leikskólinn ekki með okkur núna en það grunnskólinn og tónlistaskólinn og þeir eru í mikilli samvinnu þessi tveir skólar við að gera svona heildstæða og flotta sýningu. Og þessir nemendur hérna, eru þeir allir með leiksýningu eða eru að gera eitthvað mismunandi? Jú, það eru allir sem að koma fram á sviðinu og allir eru með eitthvað hlutverk. Það reyndar í elstu árgöngunum þá eru 5 krakkar sem eru í ljós og hljóði og hafa verið að einbeita sér að því þessa vikuna en annars eru allir með og þetta líka fjáröflun fyrir elstu krakkana, þau fara alltaf til Danmerkur þannig að þau þurfa að fjármagna það og þau eru alveg ofsalega dugleg og halda utan þessa hluti mjög vel, alveg til fyrirmyndar. Hvað þemað á árshátíðinni ár? Það svona Astrid Lindgren þema. Og hvað verður í Astrid Lindgren þemanu? Alls konar svona sögur frá henni og sögurnar sem við í skólanum veldum okkur var Emil í Kattholti, Lína Lánsokkur, Ronja Ræningadóttir og Lotta í Ólafsgarði. Götu. Og þið voruð að æfa leikrit hérna á sviðinu. Hvaða leikrit það? Það aðalatriði að vera hress. Er það frumsamið? Nei. En við vissum samt ekkert hvað það var og það var ekki gert neitt, myndið eða neitt það þannig að það var bara handrit. Já. Og það allir í skólanum með, alveg frá fyrsta bekk. Hvernig að vinna þetta með yngri árgöngum? Það getur alveg orðið svolítið skrautlegt en eins og núna því að það eru bara svona bekkirnir sem eru svona saman þannig að við erum rosa lítið með yngstu krakkunum sem að nema bara eins og þegar við erum að horfa á þau og svona leika. Fjöldin hérna í skólanum, þetta vaxandi? Já, það búið að vera, síðan ég kom, þetta 7. árið mitt og það hefur verið fjölgun á hverju einasta ári. Mismikil en samt þannig að við höfum breytt aðeins skipulagi og við vorum með 3 bekki saman í samkennslu, nú vorum við 2 bekki sem hendar mikið betur og vonandi bara höldum við áfram að stækka. Hver eru kostirnir við skóla af þessari stærð? Já, mér finnst bara ofsalega margir kostir við þetta, bara þessi nálægðin við kennarana og við hvort annað, að þau læri svona víðsýni og þau þekki úlingana til dæmis, þau séu ekki hrædd við úlingana, þau séu einhverja svona hópa og það betra líka að vinna með allskyns svona andfélagslega hegðun, einelti og líka vanlíðan og bara allt svona sem getur komið upp í mannlegu samfélagi, mikið auðveldara að vinna með allt saman og svona hlúa að hverjum og einum, Við reynum að gera það vel, við leggjum áherslu á það. Hvernig að vera skólastjóri í svona skóla? Mér finnst það bara rosalega fínt. Ég bara ekki til í að skipta og vera í stærri skóla, Þannig að því að þetta líka svo fjölbreytt. Maður bara í öllum að þekkir alla krakkana, maður svo mikið hérna á gólfinu með þeim þannig að við líka reynum að hafa þetta svona þannig að þetta sé samfélag og við séum bara öll að hjálpast að og láta þetta allt ganga sem best. Það held ég að sé bara málið. Þið eru bæði að leika og þið eru að kynna árshátíðina. Hvernig að kynna? Ég myndi bara segja að það er skemmtilegt. Mér finnst það ekkert mál, það er bara gaman. Er ekkert mál að standa á sviðinu og tala fyrir framan alla? Það er alveg smá svona óþægilegt en mér finnst það samt bara gaman. Hvernig finnst þér það? Ég veit ekki, ég hef aldrei kynnt það og ég er rosa vandræðaleg manneskja. Það verður mjög skrautlegt en örugglega bara mjög skemmtilegt. Er þetta skemmtilegra en svona venjulega skólastarfið að vera að læra íslensku og stærðfræði? Já, en samt erum við alveg orðin svolítið leiðið að gera það aftur og aftur hverju viku en en já, þetta er samt skemmtilegra heldur en íslenska. Það þarf að æfa vel svo þetta verði almennilegt? Já. Hvernig finnst þér þetta uppbrot á skólastarfinu? Jú, mér finnst þetta alveg skemmtilegra heldur en að læra en maður er farin að sakna þess að skrifa í bækurnar, En samt þetta líka að læra? Já, þetta er skemmtilegri lærdómur.
Lærdómsaðferð. Já, lærdómsaðferð. Og svo erum við líka með svo nokkuð marga daga á ári þar sem að yngri og eldri að vinna saman á ákveðnum verkefnum. Og einu sinni í viku það líka, þannig við blöndum þeim. Þannig við reynum vel ekki áherslu á að þau kynnist á sama hvað aldrei þau eru og virði hvort annað og nálgist hvort annað, svona, hvort sem við erum ungu eða gömul eða strákar eða stelpur eða hvernig sem það er.